Og áfram höldum við hér í föstudagsþætti N4. Við erum á veitingahúsinu Strikinu á Akureyri í hjarta miðbæjarins. En veðurfarið hefur verið einstaklega milt hérna fyrir norðan í vetur og reyndar svo sem á landinu öll ef út í það farið. Og þá spyr maður hvernig staðan á skíðasvæðum landsins, Guðmundur Karl í Hlíðarfjalli, bara snjólaust? Nei, það ekki snjólaust, það talsvert mikið af skíðalegum opnum og það svo sem þetta ekkert metár í snjólegum en það oft verið meira en það opið og flesta listur opnar og færið hart í svona hláku. En það einhvern veginn, maður svona miðar alltaf tilveruna bara út frá sjálfu sér og maður hérna á láglendinu og þar auð jörð en það þýðir ekki að það sé auð jörð. Hlíðarfjall í 300-500 metrum yfir sjávarmáli. 500 metrum yfir sjávarmáli og til dæmis í síðustu rigningu hérna á láglendinu þá snjóaði mitt í Hlíðarfjalli þannig að og búið að gera það svona nokkur skipti og snjólínan liggur í svona 450 metrum þannig það nánast autt þar upp eftir og svo tekum við bara hvítar Hlíðar. Ef maður fer hérna út á svalirnar á Strikinu og með hitamæli, þá kannski 0 stig, hvernig þá staðið upp í Hlíðarfjalli, hvað munar miklu? Það svona 3 gráður í flestum tilfellum. Einhvern tímann heyrði ég það að það þyrfti að vera, minnst að kosti 3 stiga frost upp í Hlíðarfjalli til þess að snjóframleiðslu geti gengið, þetta rétt? Já, það gengur alveg í 0 gráðum en það svo lítil afköst og eftir því sem verður kaldara því meira getum við framleitt og það svo sagði, það búið að vera mjög milt þannig að við höfum svo sem ekkert geta framleitt neitt mjög mikið af snjó en þó þetta til þess að halda þessum aðal skíðaleiðum gangandi og svo bara fara á hnén og við biðum meira frost og meiri snjókomu og betra veður fyrir okkur skíða og snjóbretta áhuga fólk. Snjódansinn frægi hans Ívars Símonarsonar. Já, hann hefur alltaf verið að taka svona breytingum og þróast en það maður kannski að fara að pröfa okkur aðra tegund en það allt reynt. Það hefur verið töluvert í umræðunni svona núna einhver 2-3 ár eitthvað svoleiðis og hún jafnvel að þyngjast að það sé von á nýrri skíðalyftu. Geturðu sagt okkur hvernig staðan í því? Já, það Vinir Hlíðarfjalls eru samtök fyrirtækja á Akureyri og víðar á landinu sem að vilja koma upp lyftu og hafa farið á fund stjórnenda sveitarfélagsins og boðið þeim að koma að slíkri framkvæmd og þannig að það bara á fullu og við skulum bara vona og krossa fingur að við fáum lyftu fyrr en síðar. Ég sá í fundagerð bæjarráðs Akureyrar fyrir einhverjum 3-4 vikum þar var verið að ræða þetta og ef maður svona kann eða reynir að lesa á milli línana hvernig þetta var bókað þá svona finnst manni að þetta sé rétt að smella. Já, það eru meiri líkur en minni en maður búinn að vera lengi í þessum bransa og það náttúrulega ekkert í höfn fyrir við erum komnir í höfn en það full ástæða til að vera bjartsýnn yfir þessu máli og eins og segja ég held að það séu sterkar líkur á því að það verði ný skíðalyfta á nýjum skíðavetri. En hvers konar skíðalyftu verið að tala þá um? Þarna verið að tala um 4 sæta stóllyftu sem bara eins og fjarkinn og hún fer upp frá fjarkanum og upp undir brúnina og þeir sem að vita hver til dæmis harðarvarða það varða sem að stendur hann á blábrúninni og Hörður var nú lyftuvörður í Hlíðarfjalli mörg ár og var byggð honum til heiðurs og þetta verður einhver 1150 metra lyfta og gerir það að verkum að maður komist þannig upp á strýtusvæðið og geti notið þess betur vegna þess að núverandi stromplyfta mjög erfið. Þetta télyfta og það þarf að vera 2 saman og þannig að það svona, fólk frekar svona hrætt við hana. Þannig að þetta kemur til með að svona gefa fleirum tækifæri að skíða hann upp í
upp í Strompsvæðinu sem náttúrulega mun svona skemmtilega svæði heldur en þarna niður á Fjarkasvæðinu. Þannig að þessi lyfta myndi breyta miklu, verið að tala að kaupa nýja lyftu og svo? Nei, þetta notulyfta og kemur til að gjörbreyta náttúrulega bara öllu sko. En bara að setja upp svona lyftu, þetta heljarna mál? Já, þetta tekur einhverja 3 mánuði og þannig að það þá að byrja hann ekkert í sumar og vonandi þetta klart fyrir skíðavitunum. Ferðafólki að fjölga ár frá ári. Maður spyr sig, einhverjir möguleikar fyrir Hlíðarfjall að vera með starfsemi upp frá yfir sumartíman? Til dæmis að láta lyfturnar vera opnar og geta farið upp í hvað heitir skálinn sem Strýtuskáli. Upp í Strýtuskálan og kaupa þar bara kaffi og vöfflu og eitthvað svona. Það búið að vera að ræða þetta núna í nokkur ár og þannig að þetta alveg, það eru tækifæri og það til dæmis bara að keyra fólki bara á bílum upp á fjallið og eða fara með fólk á hestum. Þannig að það eru ótal möguleikar sem hægt að gera. Já, þú bara að keyra með fólk upp á jeppum? Já, bara svona einhverjum breyttum jeppum og njóta útsýnisins. Þannig að maður þarf ekkert endilega að fara í einhverja stóran kláf til að byrja með, maður getur byrjað í smærri skrefum. En ertu svona spurður þetta eða þetta eitthvað á teikniborðinu? Já, það náttúrulega, sveitafélagið náttúrulega að reka skíðasvæðið og ég held að þetta sé ekkert í verkar sveitafélagið sem að fara að bjóða upp á útsýnisferðir upp á Hlíðarfjall. Þannig að það þarf einhverjir aðrir að koma að því. Það hefur verið svolítið í umræðinu að, ég segja bara einkavæða reksturinn þarna upp frá, hvar stendur sú umræða núna eða þetta eitthvað svona sem að raunhæft? Já, ég held að þetta sé raunhæft með ákveðnum formerkjum og að einmitt að einhver utanaðkomandi geti verið með heilsársstarfsemi, þetta snúið svolítið það og þá meðal annars að búa til einhverja svona jeppaferðir upp og hestaferðir og hvað nú og þannig að þá þarf sveitafélagið náttúrulega aðeins að svona losa á sínu en ég held að þetta yrði Hlíðarfjalli sem skíðasvæði og útivistarsvæði á sumrin bara mjög til heilla. Þegar að snjóar mikið á Akureyri þá segja almenningu, þetta svo gott fyrir fjallið, almenningu fylgist mjög vel með stöðinu upp frá þó að sé kannski ekkert endilega að skíða. Nei, þetta svona, já, maður hugsa vel til þess en svo finnst fólki líka voðalega gott þegar snjóar ekki, og þegar við viljum að það snjói þá svona líta margir okkur svona hálfnega en svo þegar snjóar þá allir mjög sáttir bara og ég held að það væri nú óskaplega einslægt að búa á Akureyri og það snjóaði aldrei. Hugsið ykkur að vera alltaf að keyra á marauðum götunum og í skammdeginu, þannig að ég held að snjórinn hann hefur sína kosti Það þekkja þig flestir bæjarbúar væntanlega þegar þú ég labbaði göturnar, þú ert væntanlega oft stoppaður og spurður af fólki hvernig staðan sé. Já, og hvort að maður sé ekki orðinn eitthvað pirraður og svona, en þetta bara, það eitt sem við ráðum ekki við og það veðrið og þannig að við verðum bara að taka því eins og það kemur og maður getur verið að bölvast og ragnast og þess að það er úti í veðrið en það breytist ekkert. Eru margir sérfræðingarnir í bænum? Mjög svo. Það var einn sérfræðingur sem ég talaði við fyrir mörgum árum og mikill guðsmaður og ég sagði við hann, heyrðu, nú verður þú að fara að tala við Guð. Þá sagði hann, ég alltaf að tala við Guð. Það eru svo bara margir aðrir sem að biðja mig ekki snjó og Guð svo lýðræðislegur að ég verð bara að bíða heldur að fleiri guðsmenn þeir leggist á bæn með mér. Aðeins svona meira reksturinn, skólafríin, þau fara bráðum að skella á, ef ég man rétt þá Garðabær alltaf komið hingað ár eftir ár og svo framvegis. Hvernig staðan núna? Er mikið bókað í þessum efnum? Já, það er mikið bókað og vetrarfríin að hefjast núna eftir viku og núna í fyrsta skipti í mörg ár og það voru langflestir skólarnir bókaðir á sömu vikuna. Menn hafa verið að dreifa þessu á 2 vikur en nú er búið að þjappa þessu yfir á 1 viku. Þannig að við eigum von á talsvert mikið af fólki sem er að koma þessa 1 viku
og vetrarfín hafa bara verið að vaxa ár frá ári, alveg síðan þetta var tekið upp held ég fyrir 15, 16, 17 ára síðan. Þannig að þú liggur á langtímaspáni núna þá, sem sagt? Já, þetta eru uppáhalds heimasíðurnar þessa dagana. Það eru þessar veðursíður og eftir því sem það spá lengra fram í tíman og þá leitar maður alltaf einhverju jákvæðu og ef það er ekki neitt jákvætt þá finnum bara einhverja aðra og þetta séu svona smá möguleikar á því að það verði snjór þá fagnar maður því. Og við á N4 segjum bara gangi ykkur vel með þetta allt saman. Guðmundur Karl í Hlíðarfjalli, þakka þér kærlega fyrir komuna og við höldum hér áfram rétt á eftir.